Já, komið sæl. Það eru suðlægar áttir og væta í kortunum sunnan og vestanvert landið hjá okkur. Næsta sólarhringinn við sjáum hérna lagið suðvestur á landinu og skil frá henni sem eru að fara yfir landið. En síðan á páskadaga þá á aftur að verða fínt veður all land en svo kemur lagið hérna á annan í páskum svona upp að austurströndinni og þá verður úrkomu samt á þeim slóðum og jafnt fram fer vindur þá að snúast til norðlægra áttar og það fer svona eitthvað að kólna hjá okkur. Ef við skoðum hitastigið að þá erum við í mildum loftmassa og við erum að sjá hitatölur fara fyrir 10 stigin nokkuð víða en síðan á annan páskum að þá verður farið að kólna hjá okkur og við finnum að sjá lækkandi hitatölur og það verður nú kannski farnar að nálgast núlið þar sem að verður svalast. En við skulum skoða hvað er að gerast núna hjá okkur næsta sólarhringinn. Hún er búin að vera ansi hvöss suðausturáttin hérna suðvestanvert landið og það hefur verið vætusamt einnig og við sjáum hérna úrkomusvæðin sem liggja hérna við vesturströndina og eitt slíkt að koma inn á landið í nótt og mun verða viðlóðandi allan morgundaginn á suður- og vesturlandi en aftur á móti á að verða þurrt og landið norðaustanvert. Og svona lítur þá Íslandskortið út hjá ykkur á morgun seinnipartinn. Það er suðaustlæg átt áfram á landinu eða suðlæg. Þið farið að draga úr vindinum en það verður blautt bæði á suður- og vesturlandi en þurrt hérna á norðausturlandi. Nú síðan áfram á páskadag að þá verður þetta lægðakerfi farið og við verðum í svona suðlægri eða hægri breytilega átt hjá okkur. Það verður bara fínasta veður á öllu landinu. Kannski verður meira skýjað hérna landið sunnanvert heldur en á norðurlandi og hitatölurnar verða á fínu róli svona víða í kringum 10 stigin. Á annan í páskum að þá kemur þessi lagið hérna upp að Austurlandi. Það verður þá rigning austan til landinu og það fer svona að glitta í norðanáttina. Hitatölurnar fara svona aðeins að lækka hérna norðanlands en á suðvesturhorninu að þar ætti að verða hægur vindur og bjartviðri. Nú síðan áfram á þriðjudaginn að þá verður áfram svona eimir eftir á þessari lægð hérna á norðausturhorninu. Hitatölurnar eru komnar niður í svona 3-4 stig hérna þar sem svalast á Norðurlandi og geti jafnvel orðið einhver slitti á norðausturhorninu. En aftur á móti hérna á suður- og vesturlandi þar ætti að verða þurrt og bjart og hitatölurnar svona nálægt 10 stigunum. Nú síðan ef við skoðum aðeins hvað er að gerast í kringum okkur að þá nú sjáum við hæðasvæði hérna og bjartviðri á Norðurlöndunum og þetta hæðasvæði teygir sig hérna suður á bóginn og fínastu veður á Ítalíu, 22 stig í Róm og heiðskýrt og ef við förum að Atlantshafinu að þá einnig fínasta veður hérna á Íberíuskaganum, sól og blíða og hitatölurnar svona víða yfir 20 stigin bæði í Portúgal og Spáni og einnig fínasta veður í Frakklandi. Og ef við förum til Kanaríeyja þá að hlýna þar og hitatölurnar og ég verði jafnvel ennþá hlýrra á sunnudaginn og einnig engin úrkoma að sjá í kortunum fyrir morgundaginn þannig að þetta sjást mjög víða til sólar og verða eins og ég segi í fínasta veður. En ef við förum vestur hafa þá nú rigningi hérna við austurströndina, rigningin í New York á morgun og það áfram óstöðugt lofti hérna í Suðurríkjunum og sömuleiðis úrkomusvæði að koma að norðvesturströndinu og rignir í Seattle og rigningabeltið teygir sér alveg suður til Norður-Kaliforníu. En á morgun hjá okkur verður suðaustlæg átt að verður fara að draga úr vindi en áfram verður blautt sunnan og vestanlands en ætti að vera hérna þurrt norðan til. Segjum þetta gott að verið sæl.